Það auðvitað stórkostleg upplifun að fá að standa á leikvelli og spila fyrir sína þjóð. Ég hef tekið þátt í yfir 200 landsleikjum, annars vegar sem leikmaður og hins vegar sem þjálfari. Og við eigum svona stundir þar sem maður liggur við tárast og fær gæsahúð. Ég man eftir því að vorum að spila í Bosníu þegar þeir voru nýorðnir sjálfstæðir. Fyrir framan 8.000 manns. Þá aftur fengum við ekki alveg að heyra þjóðsönginn því að þeir blístruðu svo hátt. En þetta er alveg sérstakt og það geta allir staðfesta hvort sem þeir eru að spila unglingalandsleik eða landsleik. Þetta er svona ákveðið moment í lífinu. Já, ég átti alveg sérstaka stund í Svíþjóð í vor þegar að U18 og U16 voru að keppa þar og það var verið að spila þjóðsöngvana og strákarnir mínir stóðu á sikkurum vellinum með sínum félögum. Það var mjög skemmtileg stund. Já, eitt eftirminnilegt atvik einmitt tengt þjóðsöngnum sem er náttúrulega stór þáttur í því að fyllast stolti. Við vorum að leika við Dani á Hlíðarenda og það kom í ljós að hljóðkerfið var bilað og Danirnir stigu fram, gerðu sér lítið fyrir og sunguðu þjóðsönginn sinn. En við treystum okkur ekki alveg í það, þannig að þjóðsöngurinn hljómaði ekki það skiptið. Það situr í manni. Ég hefði viljað syngja þjóðsönginn og vera stoltur af því.